Fisktekniskóli Íslands hefur verið starfræktur frá 2009. Frá upphafi hafa nemendur farið með kennurum í námsferðir til Danmerkur og nýlega bættist Noregur á kortið. Vegna COVID höfðu ekki verið farnar ferðir í 2 ár en loks var hægt að pakka ofan í tösku og stíga upp í flugvél. Páll Valur Björnsson er einn kennara og fór með í ferðina. Það sem við vorum að gera í fisktekniskólanum, það er það sem við reynum að gera árlega, að það er að fara í skólaferðalög til Danmerkur og Noregs. Og í þessum ferðum erum við að heimsækja annars vegar í Tvíborun, sem er hafnarbær upp í norðvestur Jótlandi, við mynni Limfjarðar, eða Limfjörðin, Álaborgar hinum megin, og þar er skóli sem heitir Fiskiskúlinn, sem við höfum heimsótt í mörg ár. Reynda kom smá svona stopp í þetta í COVID, þá komumst við ekki út í 2 ár. Eðlilega sko, en já, þetta er skóli sem við höfum verið í samskipti við í mörg ár. Og svona frumkvæði Ólafs Jóns Arnbjörnssonar, þá komst á þessi sambönd sem á milli og við komum þarna og erum með nemendur í skólan hjá þeim. Þetta er svona heimavistarskóli. Þetta er eini skólinn í Danmörku sem er með sjómannaskóli. Hét Fiskiskúlinn, en nú erum við nýbúin að breyta nafninu yfir í North Sea College. Og þetta er svona hluti af EUC Nordvest sem er svona skólakeðja þarna sem þeir eru með fleiri skóla sko. Og þetta er svona hluti af því. Þessi skóli var upphaflega byggður fyrir peninga frá Evrópusambandinu því að skólabyggingin er í gamlu stjórnarráðsbyggingunni í Tvíborun. En fyrir nokkrum árum síðan, en þó nokkuð mörgum árum síðan, þá fóru Danir að sameina sveitafélög. Og Tvíborun komún gekk inn í Lemvík komún, en Lemvík er svona stærri bær ekkert langt frá. Og allt þetta svæði er undir þeirri komúnu sko. Og þeir sóttu styrk til Evrópusambandins til að koma með þessa hugmynd að Fiskiskúlinn eða sjómannaskóla og fengu tæpan milljarð til að setja þetta á stað og síðan hefur þessi skóli verið rekinn á hverju ári. Það hefur verið svona upp og niður nemendafjöldi, en núna til dæmis í ár hjá þeim eru 50 nemendur á heimavistinni. Og þá koma nemendur sem sagt upp á Jótland á sunnudagskvöldum eða mánudagsmorgnum bara og fara svo heim á föstudögum, gista þarna sko. Þeir koma alls staðar að. Þeir sem koma lengst að, það eru nokkrir hérna frá Bornholm, þeir eru bara á staðnum. En allt Danir sem sagt? Já, þetta er allt saman Danir. Allt saman danskir nemendur. Mestmegnis karlmenn, en þó ein kona núna, ein stúlka. Og þarna erum við semst bara hjá þeim, í dagskrá hjá þeim, sem að þeir setja upp fyrir okkur í þessu tilfelli 3 daga. Það sem við heimsækjum, sko Tvíborun er 2600 manna bær, bara í svona samanburði við Grindavík sem er 3700. En hafnakanturinn hjá þeim þarna, samanlagt eru 6 kilometrar. Það er eitthvað aðeins stærri en Grindavíkurhöfn? Já, þetta er aðeins stærri en Grindavíkurhöfn og það er gríðarlega mikið að vera þarna að koma mikið að skipta. Þetta er mjög stutt í Norðursjóinn á fiskimið og þarna landa bátar allstaðar úr Evrópu sem er að veiða þarna á þessum slóðum. Þarna er fiskmarkaður, við heimsóttum hann og svo er hérna fiskimjölsverksmiðja og svo ógrynna fyrirtækjum sem er að framleiða alls kyns hluti fyrir sjávarútveg. Þarna er Hampiðan með North Sea Troll heitir það, einn stærsta netagerð á Norðurlöndum og þarna er líka verið að smíða hlerana, við sjáum nú bara hlerana hérna, já við sjáum það ekki á verðinum sem eru örugglega Tvíborun hlerar og svo bara alls kyns fyrirtæki sem er að framleiða alls kyns íhluti í skip. Og við förum í skoðanaferð alla höfnina, við fórum út á sjóinn, Tvíborun líka, það er stóra vindmyllur fyrir utan Tvíborun og í Limfjörðinum sem eru nú aðalega fyrir náttúrulega sveitafélagið en líka fyrir mjög stóra efnaverksmiðju sem verða rétt hjá og við fórum einmitt í siglingu þar út. En við erum líka að skoða söfn og bara hafa það skemmtilegt sko. Þetta er bæði náms- og skemmtiferð og við svona reynum að blanda því saman sko. Þetta er í 3. skiptið sem við förum til Noregs og þá förum við til bæjar sem heitir Tá sem liggur ekkert langt frá Stavanger í Rogaland og það var frábær viðbót að koma þar og þar reyndar erum við eiginlega eingöngu að fræðast fiskeldi. Já, þar er það fiskeldið. Já, fiskeldið. Og í Rogaland eru stór fyrirtæki sem er í sjókvíaeldi þar sem er nú umdeilt en þar eins og hér sko. En þetta eru gríðarlega stór fyrirtæki sem leggja ofboðslegt mikla áherslu á það að fá menntað fólk til vinnu. Og bara á síðasta ári þegar við vorum þá var akkurat 50 ára afmæli skólans sem heitir Strandvíðgården skóli í Tá.
að þá voru þeir að færa sem sagt skólanum að gjöf pramma út á firðinum sem var notað sem fóðurprammi, en nú þurfa þeir ekki að vera með starfsfólk þar eins og var áður. Þannig að þeir breyttu þessum pramma í fullkomna kennslustofu fyrir nemendur í fiskeldi. Og svo fara nemendur á hverju morgni með bátum þarna út eða bát og dvelja þarna á daginn að læra. Og síðan fyrir utan allar aðra aðstöðu þeir til dæmis, núna í gangi hjá okkur í fyrstæksskólanum smáskipanám, þar sem við erum að kenna pungaprófið gamla, en heitir núna smáskipanám. Og í skólanum, þessu skóla, allir með strandviðgóðunarskóla, þar eru með trillu. Þar eru bara með 20 tonna plastbát sem að þeir nota til þess að kenna nemendum að leggja net og draga línu og handfæri, sko. Og maður er að hálf grænn á öfund þegar maður kemur þarna, sko, því að aðstaðan er alveg gríðarlega góð. En við búum við þetta og þetta er kannski stendur skólanum okkar fyrir þrifum. Það er húsnæðisleysi og fjármagn. Þetta kostar þetta allt peninga, sko. Og við erum kannski bara litla Ísland. Já, en við erum samt, sko, litla Ísland er gríðarlega öflugt sjávarútvegsland, sko. Og þetta er bara, við erum alltaf að glíma við að fá nemendur. Við erum reyndar búin að útskrifa fleiri hundruð nemendur í námskeiðum eins og gæðastjórn og fiskeldi og vinnslutækni, marel og netagerð. En sko í þessum fisktækni námi sem er svona grunnnám sem við erum að kenna hérna upp frá, það er ofboðslega erfitt að fá nemendur í það og við erum aldrei að fá því miður meira en svona 5, 6, 7 á hverju ári. Við erum upp í staðið í staðinn fyrir að vera kannski að fá 10, 15. Það er bara viðhorfið gagnvart sjávarútvegi sem er ótrúlegt á Íslandi, viðhorfið gagnvart þessu vegna þess að þetta er atvinnugrein, hún er bara hornsteinn alls atvinnulífs á Íslandi. Þó hún hafi minnkað í vægi í hvað varðar þjóðartekjur, ferðaþjónustan og komið þar á móti, þá er þetta hornsteinn. Og það er svo sumir sem gerir sig ekki grein fyrir því. Þetta er náttúrulega umræðan sjávarútveg, þessar deilur sjávarútveginn snúast eiginlega eingöngu veiðigjaldið. Þess vegna er þetta svona, endalausa þrætuefli í staðinni fyrir að átta sig á því að við erum að reka einhvern hagkvæmasta og besta sjávarútveg í heiminum. Gríðarlega arðbær og við erum með ofboðslega snjalla útgerðarmenn en þetta hat, ég veit ekki hvort það sé hatur eða óvild gagnvart sjávarútvegi er ótrúlega erfitt. Og við erum að glíma við það í skólan, að þetta viðhorf gagnvart, hver þarf að læra til að vinna í fiski? Ég meina, þú sér það bara sjálfur, Sigurbjörn, þú ólst hérna upp og ég kom hérna fyrir 40 árum að vinna hérna í saltfiski og breytingarnar sem hafa orðið í sjávarútvegi eru gríðarlegar. Og til þess núna að fylgja þessari þróun og efla hana og efla okkur ennþá frekar, þá þurfum við menntun. En viðhorfið gagnvart þessu er alveg gríðarlega skrítið. Og ein staðreynd sem menn gleyma alltaf, sem að mér finnst mjög merkileg staðreynd og mikilvæg, að það er alveg sama hvað á deinu, hvort það er fjármálahrun eða COVID-faraldur, það missir engin vinnuna í sjávarútvegi. Það er bara þannig. Og bara núna þegar COVID var þessi 2 ára martröð í rauninni, að þá missti engin vinnuna, hvorki á sjó, fiskeldi eða fiskvinnslu. Allir heldur vinnunni, á meðan á Suðurnesjum voru fleiri 1000 mann sem misstu vinnuna. Það var 25% atvinnuleysi í Reykjanesbæ, þú getur eftir ímyndað þér, en enginn sem vann í fiski. Og þetta gleymist, að ræða þetta er mikilvægt og tækninni fleygir fram og þetta er orðið gríðarlega, bara við sjáum hérna fyrir aftan okkur vísir, einhver fullkomnasta fiskvinnsla í landinu og við erum líka með upp í Þorbirni nýjar finnslulínur, þetta er alveg ótrúleg þróun sem er átt í stað og til þess að þetta gangi vel þá þurfum við að reka svona skóla. Þetta er ungur skóli og ef ekki segja nei bara eftir að vaksa og dafna meira. Það fer eftir því hvort við fáum þennan stuðning sem við þurfum. Ég meina við þurfum bæði stuðning frá ríkisvaldinu og við þurfum líka stuðning frá atvinnugreininni. Ef þeir kæmu inn á fullum þunga, þá myndi held ég að þetta ganga miklu betur. En svona er þetta bara, við reynum að þreyja þorrann, því að við erum að gera, ég segi það sjálfur, mjög gott starf. Við erum að þetta er líka valdeflandi skóli, við erum að fá nemendur inn sem oft eru kannski svona, hafa átt erfitt í skóla, en við byggjum það upp og við erum búin að skila út fullt af fólki sem er að vinna í fiskiðnaði og er að blómstra í lífinu. En þessar ferðir, af því við vorum að tala mest um þær gefa okkur gríðarlega gott fyrir nemendur að koma í annað land, aðra menningu og sjá hvað er verið að gera þar og þar líka oft sjáðu möguleika að þau gætu jafnvel fyrir að læra þær í framhaldinu. Þeim stendur allar dyr opnar. En það var ekki bara verið í rannsóknarvinnu. Hópurinn skoðaði hvað þessi staðir hafa annað fram að færa. Næturlífið frekar rólegt þar, en það er nú ein kráð þarna
og þessir elstu í ferðinu fengi nú aðeins að kíkja á hana, en ekki mikið, það verður að vera svona vissar reglur. Sko, þetta var mjög breytt aldursbil í þessum hópi á mér núna, alveg frá... Hver á fjöldin? Við voru 12 nemendur sem komu núna og þeir voru alveg frá 16 og upp í 39. Þannig að það verður 2 svona eldri, en það verður náttúrulega að vera sko, vissar reglur í svona ferðum. Jú, þetta er námsferð fyrst og síðast. Já, fyrst og síðast, sko. En það er nú eins og með Danmörku, það er alveg saman inn í hvaða hús eða verslun að þú kemur, það er alltaf bjórdæla. Þeir eru með þessa áfengismenningu sem er alveg ótrúleg, en það er ekki alveg eins í Noregi, sko. Þannig að í Noregi byggum við sko í skólanum í Danmörku, en í Noregi leigðum við hús út í sveit, við vatn og hérna, höfum alltaf verið það síðustu 3 árin. Og það er frábær staður, þetta 5 kilometrar frá bænum, þannig á kvöldinu voru menn bara að spila og synda í vatninu og við grilluðum og við fórum út að borða og þessi ferð er algjörlega kostnaðarlaus fyrir nemendur. Við borgum flug, allar ferðir og uppihald með þessu styrkjum. Vissulega mega nemendur alltaf hafa með þessi pening og gera það sem við vilja, en þeir fá alveg sko kvöldmat, hádegis, ef við byrjum í réttri röð, morgunverð, hádegisverð, miðdegiskaffi og svo kvöldverð. Þannig að ef við vorum ekki í skólanum, við ferðumst sko, þurftum að ferðast, við þurftum að keyra upp í Álaborg og skila bílunum, taka lest upp í Hirtshals, ferju frá Hirtshals yfir í Kristiansand og frá Kristiansand með lest upp í Stavanger. Þannig að nemendur læra svolítið mikið á þessu líka, að ferðast og upplifa marga ferðamáta og svo eru bara svona ferðir alveg ótrúlegt hópefli. Þú náttúrulega veist það sem gamall fótboltamaður að æfingaferðir, þær efla andan. Já, þær efla andan og þessi hópur núna var stórkostlegur. Auðvitað er að svona ferðir aldrei áfallalausar sko og það kom alltaf upp einhver svona atvik en þetta bara leystist allt hérna farsarlega og þetta var bara mjög samhentur og góður hópur og kannski ekki síst þegar við lebbuðum á Prekastúlinn. Prekastúlinn er stórt fjall eða bjarg í rauninni við Lýsifjörð sem er rétt hjá bænum þar sem við vorum og það tekur alveg svona 1,5 til 2 tíma að fara upp og þetta er gríðarlega stór klettur, alveg þvernhíft 604 metra niður og hérna stórkostlega myndir sem við tókum þar sko, sannlega mest cool hérna bekkjamynd sem hættur að hugsa sér, þar sem við stöndum á klettinum sko. Og það reynir á sko, vegna þess að sumir í þessum hóp voru bara ekki í neinu formi sko, en létu sig hafa að fara þarna upp og þetta er sko 8 kilometrar fram og tilbaka og upp og svo niður það er alltaf einhver aksjón sko og svo náttúrulega líka leyfum við fólki bara að slaka aðeins á sko. Við varum ótrúlega heppin við veður, það var alveg bara sólarlanda veður hérna allan tíman þannig að eins og núna hérna í Grindavíkinni sko. Þetta var stórkostlegt og þetta eru frábær upplifun og viðbót við skólastarfið að geta farið í svona ferðir.